Ég heiti Sigrún og ADHD-markþjálfi. Mér langar að spyrja þig fyrst, hvað gerir þú? Þetta kemur að því bara að vinna með stýrifærni heilans og hjálpa fólki að vinna hér og nú og vinna sig áfram í að eftir greiningar að svona höndla og fóta sig áfram bara í öllu sem viðkemur í lífinu. Ef að ég fæ ábendingu það að ég ætti að skoða hvort ég væri með ADHD, hvernig ætti ég að snúa mér frá þeim punkti? Ein leiðin er að sækja í gegnum heimilislækni að komast að hjá ADHD-teymin á Landspítalanum. Þar er löng bið. Önnur leið er að fara til viðurkennds sálfræðings sem að greinir ADHD og þaðan ef maður er að hugsa lyf að þá skoða maður að fara til geðlæknis. En það er mikil vöntun á þeirri þjónustu því miður. Og svo kannski eftir þetta greiningarferli þá myndi ég kannski ekki leita til þín? Já. ADHD-coachin hann er að fylgja manni svona eftir greiningarnar og mörg konar lyf. Við erum líka með fjölskyldur og styrkja foreldra áfram í að vera svona besta útgáfan sjálfs til að fylgja börnunum sínum eftir í gegnum nám. Því það er oft þar sem er erfiðleikar. Ef við byrjum á námsmenn, hvernig myndir þú nálgast þannig mál? Einstaklega smiðað alltaf, en bara við tökum dæmi með framhaldsskólanema. Ég hjálpa honum að teikna upp raunverulega svona heildarmyndina af kannski skólaöðninni, virka styrkleika viðkomandi sem eru, hvernig læriru, hvaða aðferðir henta þér og þá erum við alltaf að horfa á svo stýrifærni. Það er sem sagt til að hjálpa þeim að sjá fram í tíman, því það er oft slök tímastjórnun. Það er að forgangsraða, hvar á að byrja á verkefnum. Já, við raunverulega bara teikna upp svona mynd. Ef að einhver foreldri nálgast þig til þess að fá hjálp, hvernig eru svona mál? Foreldrar þeim vantar oft meiri fræðslu. Af hverju barnið er ekki að skila verkefnum með að klára eða næri ekki að fylgja eftir hlutunum. Hjálpa þeim að skilja af hverju til þess að geta farið að vinna áfram með það sem að hindranirnar. Og þá kannski spyrja mig, hvað er þá ADHD? ADHD er taugalífeðlisfræðileg röskun. Það er bara boðefni í heilanu sem hafa áhrif á það hvernig að við funkurum. Stýrifærni þessa framkvæmda heila, hún er svona, get ég kallað kannski skert, sem þýðir að við erum oft framyndi 25 ára, kannski svona 3 árum eftir þeim þáttum. Og þetta eru svona svo skipuleggja, forgangsraða, tímastjórnun. Strákar og stelpur eru mjög mismunandi þegar kemur að birtingarmyndum ADHD. Já. Hver er þín reynsla af því? Það er náttúrulega bara að hafa vel þekkt að stúlkur, konur greinast mun seinna en drengir, en þá líka við að því tala birtingarmyndina, það er svona oft talað 3 birtingarmyndir sem er þá svona það sem var einu sinni kallað ADD, það er þessi ríkjandi athyglisbrestur, svo er svona hvatvísi og ofvirkni og svo er það svona blanda. Það var áður svo mikið komið eiga á bara drengina sem voru með hvatvísi og ofvirkni og auðvitað alltaf líka athyglisbrestin og það voru hegðun. En núna erum við að sjá að þetta er eins og með stúlkur og konur og á líka við menn að ef þau eru ógreind og fá ekki aðstöðu með höndlun þá þróast oft kvíði og svo þunglyndi. Og það er fullt af fólk út í þjóðfélaginu sem er greint með kvíða og þunglyndi sem raunverulega er bara að díla við ADHD. Ertu með einhver svona kannski auka ráð til fólks upp á, getur notað einhver af þessum þáttum, prófað heima eða eitthvað svona til þess að velast meiri skilning á sjálfum sér? Það að vita hvað maður er að koma, hvað veldur, það gefur manni styrk til þess að rísa og verða sterkari sem maður er að takast á við. Þannig já, það er þekking og sækja sér fræðslu. Hver finnst þér vera algengasti misskilningurinn ADHD? Fólk með ADHD er með fullagreind, þó það upplifi og lendi því að ég er líka til þess með nám eða að halda skipulag heimili að þá er greind þess fyllilega á pari við aðra, svo því sé haldið til haga. Svona hverjir eru þá kannski þessir jákvæðu eiginleikar og hvernig geta þeir hjálpa manni áfram? Auðvitað við höfum heyrt talað skapandi fólk. Þetta eru eldhugar, þetta eru fólk sem þorra að taka áhættu,
besta íþróttafólki sem við sjáum, oft svona í áhættu íþróttum, hugsuðir, fylgja oft eftir sko ótrúlegustu hlutum, tilfinningaríkt, það gefur af sér, það góði félagar og þetta er fólk sem allstaðar í samfélaginu og þetta er fólki sem maður tekur eftir. En svo til dæmis getur hvatvísin verið dásamlegur eiginleiki, eins og þegar að ég miðaldra konunni datt í huga að fara í ADHD markþjálfunarnám sem var sko basically á ensku. Ég var ekkert góð í ensku. En ég fór á stað og ég kláraði það. Ég ruddi raunverulega vegi öllum fyrirstöðum, fjárhagslegum og öðrum til að gera það sem ég ætlaði að gera, af því ég hefði gaman að því. Það er ADHD, það er ofurkraftur og styrkleikar. Það er gleðin líka, það er ánga sem maður ætlar.